Góðan daginn og velkomin í 59. þáttinn minn hérna á YouTube-brásin minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Nú í dag er föstudagurinn 15. febrúar 2019 og ég vil byrja að bjóða alla gamla og nýja hjartanlega velkomna. Ég ætla að gera þetta á sunnudaginn eða á mánudagsmorgunin en aukvitaði þá að þeir 2 dagar eru pakkaðir, þannig að hér er ég nú. Þetta var besta lausnin eftir, skál fyrir því. Nú, ég ætla að fara yfir klár, verk í vinnslu, hvað er á döfinni og hvað datt í pokann og svo sem náttúrulega töskurnar eins og alltaf, en bara dríf það er ekki mikið í búðinni lengur, þannig að en það er þó eitthvað, þannig að ef þið hafið áhuga á að kíkja þangað, þá endilega gerið þið það. Það er svo sem ekkert nýtt á leiðinni þangað alveg strax, en þó get ég sagt að það eru spennandi efni á leiðinni. Og ég sýni ykkur það náttúrulega sjálfsögum og ég fer að vinna í því. Nú, ég held að sé svo sem ekkert eftir neina að bíða. Þá er það bara að vinda sér í klárinn. Þau eru hérna til hliðar við mig og fyrsta klárið er Pearl Break sjalið eftir Stephen West. Og þetta er prjónað úr afgöngunum af garninu sem fór í Maldmania jakkapeysuna mína sem að ég kláraði, eða sýndi ykkur í, þar síðast þætti. Ekki var ég búin með þetta síðast. Ég er nefnilega búin að nota það svo mikið að ég er að rugla. Nei, þetta var verk í vinnslu síðast, ég vil bara vera viss. Þannig að ég er búin að nota það svo mikið að allt í hennu fór ég að efast að allt í hennu fór ég að halda að ég sýndi ykkur að síðast. En svo er rosalega gaman þegar ég er í þessu við kápuna, að þá er ekkit, maður sér alveg jú að það er sama gatni hér og þar í peysunni, en það blandast einhvern veginn öðruvísi, þannig að það er ekkit eitthvað, það rennur ekkit saman við kápuna. Það voru reynda 3 litir sem ég kláraði alveg í kápuna sem eru þá náttúrulega ekki hér, en þú veist, það voru ennþá afgangar þegar að sjálf var búið, en ekkit mikið, og það er bara komið í afgangakörfurnar mínar. En þetta er bara æðislegt. Ég fór upp prjónastarf með það sem var uppgefið í uppskriftinni, ég prjónaði þetta á 4 mm og það er náttúrulega bara stórt og juicy og æðislegt og og þetta er bara algjör snilld í, eins og ég sagði síðast, í afgangaprjón, eða einhverjar svona uppáhaldshespur og svona fyrirhafna lítið prjón í rauninni. Mjög einfalt og svona, en ég var líka þegar ég var að komin hérna á kantinn, þá var ég líka alveg tilbúin að fara að klára þetta. Þá var ég alveg búin að fá fínt af svona einföldum garðaprjón, en það er æði og þetta er alveg hugsanlegt að þetta verði nýtt, þessu skrift verði nýtt eitthvað tíman aftur. En það er heitt inni, þannig að ég ætla að taka þessa dýrið af mér. Síðan eru Linda og Stephen West með samprjón í tilefni af útgáfu Hyperknitting 1, bókinni hans, eða safninu hans, Stephen West. Og ég sagði ykkur að mitt síðast að ég hafði nú ekkert endilega hugsað mér að
kaupa bókina en þegar ég sá að mig langaði í 4 uppskriftir úr bókina þessu 6 sem og mig langaði alveg í hina 2 en þú veist, þá var bara hagkvæmara að kaupa e-bókina eins og hún lagði sig. Og ég byrjaði á því til þess að vera með í samprjónunni hjá þeim sem bara á Instagram hyperknittingkall og svo hópurinn hennar Lindu á Ravelry Hip Hip Barbanet Stories og þar svona bæði spjallþráður og svona kláruð verkefni þráður. Ég alveg rosalega léleg í spjalli á Ravelry og svoleiðis þannig að ef ég taka þátt í eitthvað svona þá það yfirleitt bara í finished objects eða kláruðu verkefna horninu. En nú af því, ég búin að skella í svona húfu, 2. Þetta fljótlegasta húfu uppskrift sem ég hef prjónað á ævinni. Það náttúrulega þrennt sem hjálpar á þar, að það nota gróft gat, eða sérst ég notaði DK-gat og mohair og það notaðir 5 mm prjónar og svo uppskriftin frábær. Og ég byrjaði á því þegar ég fór á síðasta prjóna hitting hjá Tjarnardísum í gamla gamla kaffihúsi í Breiðholti. Þá á síðasta sunnudag þá var ég að byrja á fyrstu húfunni, byrjaði á henni bara á leiðinni söður morgunin, eða fitjaði upp á henni, ég fór að heiman og var svona, ég reyndar hefði alveg getað verið búið með meira í prjóninu en ég datt í að vinda flækta hespu fyrir eina prjóna systur mína og bara glemdi mér í því. En ég nefnilega keypti mig gat á síðasta ári, sannlega síðasta sumar, lapi hennar mei í litlu prjónabúðinni, Grello litin í DK og þetta ansi vænar hespur, þetta sérst 115 grömm, það þá 230 metrar og þetta alveg svona ekta DK gróleiki og meira í minni hespu voru 123 grömm. Og ég notaði bara svona ef mér finnst oft gott að vita sérstaklega með húfur ef maður að fara að nota eitthvað afganga að maður sé með nóg. Ég notaði sem sagt 70 grömm af þessu garni og hélt með því samhliða Onion Silk and Kid Mohair High Quality Fiber Yarn, þetta 40% Mulberry Silk og 60% Super Kid Mohair og þetta bara fallegasta mohair sem ég hef séð. Og ég var svo spennt að komast yfir það og átti ekki leið í hagkaup þannig að ég bara googlaði og fann að garnbúðin.is með þetta og ég fekk mér nokkra liti, ég sýni ykkur það á eftir og hún sendi mér líka 3 tegundir af öðru garni til þess að prófa. Ég ætla líka að segja ykkur frá því á eftir. En þetta sem sagt var saman í partíinu, þessi dýrið og dásend og ég notaði 14 grömm af þessu og það eru 25 grömm í dokkunni sem að gera cirka 240 metrar þannig að þetta svona leys grófleiki, mjög fingert. Og úr því varð þessi dásendar húfa og hún náttúrulega með svona sem að ég kannum vel að meta með tvöföldu stroffi af því ég svo mikill aumingi með eyrun á mér og ég ætla bara að fórna hárinu, hljótum ekki að lega það og setja hana á mig og ég þetta reyndar húfa nr. 2, ég að fatta það núna og ég fór niður sérst hún á að vera prjóna á 5 en ég prjónaði þessu á 4,5 af því ég vildi hafa hann svolítið stífa yfir eyrun og svo leys og því ég
líka af því ég er með gleru og þá lyftist alltaf aðeins upp hérna og ég vil hafa þetta bara svolítið þétt á höfðinu. Þannig að þetta var í rauninni húfa númer 2. Og húfa númer 1 er svona, þið sjáu alveg munin. Þetta er Stropheia Blonde, en svo að því að ég bæði með minni prjóna ég er með minni prjóna og grófara móher í þessari en DKK. Að ég ætla að standa upp og ná í garni, ég hef glemt að setja það hérna með í þetta. Það er ekki að glæða. Sjá. Ég ætla að kíkja á hitt projektið og gá hvort ég hafa ekki örugglega verið að ég sem sagt hérna notaði það líka DK 100% Blueface Lester frá henni Kristínu Vassnes og þetta gat sem að við höfum vöruskipti. Ég hef ekki séð þetta 100% Blueface Lester hjá henni á vefsíðunni því megið leir eftir mig ef ég er að fara með vitlaust mál, en ég er alltaf að kíkja því ég veit hún er að fara að koma svona aran grófleika sem ég er alveg að kafna og spennu yfir. En þetta var sem sagt alveg guðdómlega fallega litað hjá henni og hinn hespa sem ég fekk varð líka óbúslega fallegri húfu eftir Tabby Candy. Hún var svona búrgundi rauð. Það er ekkert langt síðan ég sýndi ykkur hann, örugglega 20. desember. En þetta er sem sagt Vassnes garnið, nafnljósa, og ég hélt með því hérna Sandnes Garn Silk Mohair í lit 3511 sem er bleikur, svona fölbleikur. Þetta er fyrir ágangurinn á því lendi. En þetta er aðeins grófar heldur onion en onion leysir og svo var ég náttúrulega að prjóna þetta á prjóna nummer 5. Þannig að hún er svona lausar á mér og ég fíla það líka alveg rosalega, en þá má náttúrulega síður vera einhver vindur svo að eyrun mín verði. Svo kannski fær einhver bara höfuð stærri þetta. En ég mæli svo innilega með þessari uppskrift. Hún er bara frábær. Punktur og basta. Ef þið viljið, ef þið þurfa að redda gjöf með stuttum fyrirvara og eigið garnið í þetta og svona, þá var þetta algjör snillt, sko. Ég hugsa ég hafi verið með seinni húfuna kannski svona 5 tíma samtals, 4 til 5 tíma. Af því að maður er náttúrulega alltaf fljótari ef maður prjónar fljótlega verkefni nummer 2, af því að þá veit maður nákvæmlega hvað er að gerast, þannig að ég þurfti ekki að styðjast eins mikið við uppskriftina í fyrstu. Og eins og ég sjáu þá sést munstri mikið betur í hérna gulu húfunni heldur en hinni, en það sést samt alveg á hinni. Og ég er bara alveg sturlað ánægð með þetta og á eftir að gera meira. Það er fljótlega að fara annað verkefni á hérna prjónana í þetta kal. Segja ykkur frá því á eftir, það er það sem er á döfinni. Nú svo í klárinu, nú er það bara að fara að vera með í klárinu því ég klára að spinna hérna garn og hérna gera það allt ready. Þetta er sem sagt frá The Shepherd's Hut. Ég panta voða mikið ull frá henni. Hún er hérna mjög flinkur litari og þetta er, og ég veit að Mína Philip, The Knitting Expat, hún panta líka grimt frá henni. Þetta er Sweet Peppers, Blueface Lester og Kid Mohair blandaður toppur. 80% BFL og 20% Mohair. Þetta eru 100 grömm og ég spann þetta mjög fínt og á skipti ullinni í tvennt, spann þetta á sikkor bobbinginn og hérna gerði þetta svo að 2 þráða hespu. Veit ekki að það sést
kannski ekki alveg móherri en það er ekkert rosa mikið fluff en það er samt aðeins. Og þetta er bara voða fallegur svona órans litur. Og fer hérna núna í handspunasafni. Ég er alltaf að bíða eftir að ég sjá einhverja geggjaða lita samsetningu sem að passar í allar spincycle uppskriftirnar frá henni Andreu Mári. Af því ég tími alls ekki að kaupa spincycle, þá bara nota ég mitt eigið handspunagatn í það. Og þetta kemur algjörlega til greina í það verkefni. Þá eru í rauninni klárið búið og verkin í vinnslu eru þannig að ég hef svo sem ekki gripið mikið í no frills í þessari viku en ég er komin, ég er búin að skipta hérna fyrir, ég er búin að prjóna svona smá eftir að ég skipti fyrir ermunum og þetta er bara orðið mjög þægilegt svona sjónvarsprjón og ég er orðin alveg bara, ég hlakka svo til að komast í hana en ég þarf þá líka að fara að gefa mér tíma til þess að vinna í henni. Og eins og alltaf, þetta er dröfn 100%, liturinn heitir dröfn 100% merino frá henni Kristínu Vatnsnes sem ég keypti á handverkshátíðinni í sumar og silkmóherrið frá Sandnes hvíta. Hún segir það og þetta er no frills. Þannig að hún er bara hérna í dúllinu. Síðan er ég að gera sýnishorn fyrir Stephen West sem heitir Cafe Knitting. Það er þetta hérna sjal, þetta var samprjóns sjal hjá honum, mjög skemmtilegt og litirnir eru náttúrulega algjörlega mínir þannig að það er virkilega gaman að prjóna það þó svo ég mun ekki bera það. En þetta er ótrúlega skemmtilegur þessi kafli hérna, maður er alltaf svo spenntur að koma að honum. Og þetta er reyndar mjög, þú veist, ég er bara núna og nánast þangað til að það er búið, þá er ég alltaf að gera það sama hér, fram og tilbaka. Og þess vegna er þetta svona kjörið kaffihúsaprjón, þar sem þú getur alveg verið að blaðra þó þú sért að gera eitthvað, þú veist, þú þarf bara að spá í hvað þú gerir í upphafinu fyrir þennan kafla og svo þarf maður varla að hugsa og þetta er Labiena May í sportgrófleikanum og ég veit ekkert heitin á litunum en það er guðdómlegt bara engar ígjur og þetta sem er eftir að fyrsta litnum. Og svo klára ég þennan og svo er eitthvað, þú veist, bara pínu í viðbót af þessum og þá er sjálf tilbúið. Svo til, þannig að þetta verður tilbúið áður en að skilafresti lýkur. Þannig að það er mjög gaman að gera þetta og ég var svo heppin að ein taskan sem ég gerði með þessu lúkki var með leiðinlega rennlás, þannig að hún er mín. Hún er bara mjög einföld, það er engin vasi, ekkert handfang, það er bara þetta smáatri og litríkur rennlás og svona gæi. Þannig að hann svona rennur svolítið illa rennlásinn, þegar maður er að reyna að loka. Þannig að auðvitað læti það ekki frá mér. Mjög ánægð með þetta. Ég þori ekki annað að stoppa og byrja aftur annað slagið svo ég missi ekki hljóðið eins og daginn. Ekki það, þú veist, já, mér finnst alveg gaman að tala en leiðilegt að þurfa að tala tvisvar ef eitthvað klikkar. Nú, síðan er parachute í, það er svona á þessum kafla sem ég er að tengja saman svo erfitt að sýna þetta svona ég er að tengja saman
bakhliðina og framhliðina. Og framhliðin sérst klár og það bakhliðin sem að verður klárast jafnóðum og maður að prjóna saman hliðarnar. Það alveg slatt eftir, þannig að við erum ekkert að stressa okkur á því. Ég var í einhverju bjartsýniskasti að halda að ég búið með þetta mánudaginn en það kom óvænt verkefni í hendurnar á mér, þannig að ég bara leyfi því bjartsýniskasti að líða hjá í augnablikinu. Þetta klárast eða klárast. Það verður tilbúið fyrir vorið þegar maður fer að geta verið létt klæddur. Þetta náttúrulega parasjúti eftir Stíðan Vest og bara einföld og skemmtileg uppskrift. Síðan, eins og ég sagði á hann, var prjóna kaffi hjá okkur, Tjarnardísum. Og ég fór að sóta hana Lindu, vinkonu mína, Lindu sem er Hip Hip Barbanett Stories á YouTube, enska podcastið. Og það stutt síðan við kynntumst en við bara svona smullum svolítið saman eins og flís við rass. Og og náttúrulega skemmtileg tenging að hún vinnur með manninu mínum. Það bara kom á daginn hann í gattgöngunni og þannig að hann er burðardýr hjá okkur í svona sendingum. Og hún var svo æðisleg að færa mér hespu af garni. Og það var Twist Sock Hedgehog Fibers Fool's Gold. Hún átti 2 hespur og gaf mér aðra. Og þetta var hann þegar ég var að sækja hana í kaffið og síðan fórum við bara að prjóna og þessi hespa var alltaf eitthvað að dúllast hann á borðinu, ég var með töskuna mínar og að sýna stelpunum og þannig að þessi hespa var alltaf á svona rúndinu með og svo segir Linda allt í henni, heyrðu, ef við ekki bara prjóna saman eitthvað úr þessu, ef við ekki að prjóna saman, gera svona vinkonusokka. Ég var alveg meirinn til það og það kviknaði strax svona löngun að fitja upp á sokkum af því ég hef ekki verið í nokkru sokkaskapi en það kannski ekkert eitthvað brjálu þörf fyrir því þegar maður árið 50-60 pör og er ekki farin að nota 30 af þeim en þá eða eitthvað álíka eða komið á þetta hvað. Og þannig að við ákvæðum það að á mánudaginn eftir vinnu hjá Lindu myndum við fitja upp og ég var náttúrulega bara beðspennt. Vatt upp garnið og fann prjónana og sæta tösku og síðan kom skilaboð frá Lindu, byrjum og við byrjum og það var, hún er að gera ofan frá niður og 1 í 1, ég ger alltaf 2 í 1 og helst tá og upp, þannig að við ætlum að mætast á meiri leið, en svo þurfti ég að fara að lækna rúnt í Reykjavík í gær og ég varð að vera búin að, ég kom svo nálægt hælinum að ég varð að græja það, því að þegar maður er á þvælingi þá er kannski ekkert endilega gott að vera í miðjum hæl. Þannig að ég kom fram fyrir hælinn og af því að það er svo langt síðan ég hef gert sokk og var með hennar sokkaleiða þá ákvað ég að vera með pínu munstur. Ég reyndar að gera alltaf svona brugna umferð þar sem að þeir búið með táhlutan og síðan gerði ég bara svona slipped stitches og svo er ég að láta á hverfa smám saman og ég veit ekki, það kannski verður eitt sem að fer allalega upp í stroff og ég ger þetta bara eins og báðum sokkunum að smám saman þá hættir línan og þá að því ég sá að Linda er ekkert að gera svona og ég sá hvað garnið prjónast fallega upp en nefndi ekki að fara að rekja upp það sem ég var búin að gera en langar þá líka að láta það fá að njóta sín og þess vegna er ég ekki að gera neitt heldur aftan á leggnum og fyrir rest verður kannski bara 1 rönd á svona sleftum. Þetta er mjög einfalt sko, ég ætlaði að fara eftir uppskrift svo sá ég uppskriftina og hugsa nei þetta er nú ekki, þú veist þetta er ekki svona flókið og þetta er eitthvað, og ég hendi uppskriftinu frá mér af því að ég var ekki með réttar tölur, ég er með 64 lykkjur á 2,25 þannig ég reiknaði þetta bara út sjálf og þetta þannig að þegar ég kem að þessari lykkju þá
þá færi ég hana bara óprjónaða yfir, geri það í 2 umferðir og svo prjóna ég alla leikirnar í 3. umferðinni og svo bara endurtek ég leikinn. Þannig að þetta náttúrulega bara hið fullkomna sjónvarps og félagsskapar og bílaprjón og veitti mér andlegan stuðning í gær í rúndinum og bara hérna í töskunni og ég verð örugglega búin með á fyrir næsta hérna prjónahitting Reykjavík og það verður gaman og ég bara svo glöð að Linda skildi hafa fært mér þetta og veit mér innblástur í að og minna mig á hvað gott að vera með sokka á prjónunum. Það bara æðislegt. Þannig að heilmikið tala um eitt sokkapar en það svona þegar maður spenntur fyrir einhverju. Síðan ég að gera eins og ég sagði pröfuprjón fyrir hana Mínu Philip, The Knitting Expert. Hún sýndi þetta í síðasta podcastinu hjá sér. Þetta svona kragi úr, eins og ég myndi segja, með gerfi brioche aðferðinni. Ég bara byrjaði við ferðastiklunum í gær að fitja upp og sérst bara að gera grunninn ennþá. Og ég má alveg sýna ykkur þetta alltaf, þetta ekkert leyndó af því hún búin að sýna þetta. Og ég að nota í þetta garnið frá henni Salome í Dr. Dye Works og þetta, ég keypti of mikið af garni í The Golden Hour sjalið, það var eitthvað alveg steikt þegar ég var að reikna á hvað ég þurfti í það. Þannig að ég keypti sérst 200 gramma af hverjum lit, af 3 litum en þurfti bara 100 af hverjum, þannig að ég átti ennþá 3 ólíkar hespur eftir og tók 2 þeirra í þetta verkefni. Það Platinum og Dijon, þetta Dijon sinnepið væntanlega og Platinum grái. Og það smell passar við garnið sem að Nína prjónaði þetta upp og hún var með John Arbon DK gróleikan hjá þeim og það nákvæmlega jafn mikið í 100 grammunum af DK gróleikunum hjá þeim eins og hjá Salome. Það eru 250 metrar í 100 grammunum. Þannig að þetta örlítið fínna DK garn heldur en til dæmis hjá Labiana May. Og þannig að það er svona meiri metrafjöldi í því og þetta bara ótrúlega fallegt garn og fallegu gljái á því. Þannig að það gaman að þó þetta sé bara 100% meiri nú, en þetta náttúrulega Superwash og það alltaf gljái sem fylgir því. Þetta í svona gömlum, ég held ég hafi gert póka í fyrra ári, þetta eitthvað svoleiðis. Og ég bara að rétt að byrja á þessu en þegar maður búin að gera svona grunnumferðirnar þá fyrir að koma munstur og þá fyrir þetta að verða skemmtilegra. Síðan já, þá ég búin að sýna ykkur það sem ég búin að fitja upp á en það sem á leiðin á prjónana Les Chess Moves hatt. Ég held að hún sé frí á Ravelry, en þetta svona brioche húfa. Og í þetta ætla ég að nota þessar onion sem að ég fekk sent með móherinu. Og þetta sem sagt organic ull og netlur. 70% organic ull og 30% netlu trefjar. Þetta eru 50 grömm, cirka 130 metrar. Þetta aðeins fínna en það sem ég gefi upp í uppskriftina, en ég held að það verið samt alltaf. Þetta alveg gefið upp á 4 mm prjóna og hún að tala að maður prjóna húfuna á 2,5 til 3 og 3,5, þannig að
ég kann vel við það því þá nota maður svona litla prjónastarði í stroffið og þú veist, þetta yfir eyrun og alltaf. Ég prjóna eiginlega alltaf allar fullorðishúfur á mig eins og oft enda í gjöfum og svona en það byrjar alltaf þannig. Svo ef það eru of stórar og litlar eitthvað þá fer það bara að gjafa bunkan. En já, það er mjög fallegt gagn. Þetta er reyndar, ég er að sjá það núna, number 6, þetta er grófara, þetta er number 4. En, ég vil samt að láta það ganga upp. Samt að nota það saman. Af því það er nóg af metrum í þessu. Já, þetta ætti alveg að sleppa. Þá myndi ég hafa bara hvíta litinn ríkjandi. Og grái liturinn er númer 622 og hvíti er svo mikið sem 801. Og já, ég hlakka bara til að fitja upp að þessu. Ekki meira en það að segja, þá má þó þetta í 20 gráðu hita. Þannig að þetta fer bara í kaldan handþvott. Enda bara litla sæta húfu að ræða. Og mér fyrir að langa í meiri sól. Ég er alveg ánægð með snjóinu alltaf og birtuna sem því fylgir. Þannig að ef það kemur ekki sól, þá er maður bara með glaðan poka. Síðan er þetta þriðja tegundin sem hún sendi, önnur tegundin, þetta er sérst organic bómull, gert í Ítalíu, litur 135, þetta eru 50 grömm og það eru 155 metrar á hespinu og ég ætla að prjóna bara tusku úr þessu, svona bara til þess að sjá hvernig hún kemur út, en hún er mjög svona mjúk viðkoma, það er ekki svona þessi stífleiki eins og er oft í bómullinni, en auðvitað náttúrulega gefur hún ekki tommu eftir. Síðan er það þriðja típan sem er mjög áhugaverð og ég hugsa til þess að geta gert eitthvað sérstakt úr þessu að ég þurfa að verða mér út meira af því garni. Þetta er sérst hemp, cotton, bómull og módal og ég þarf að kynna mig betur hvað þetta módal er. Ef þið vitið þá með endilega að skrifa hérna fyrir neðan vídeói. Þetta er litur 430, mjög fallegur litur og hann er pínu sprengtur, svona fjólubrúnt eitthvað með. Svo stendur reyndar hérna Find Inspiration á onion.dk, ég ætti kannski að kíkja á það en ég var búin að fara inn á Ravelry og það var kallað allt eftir meira en einni hespu. Þetta er 50 grömm, 140 metrar á 30 mm prjóna, þannig að ég þarf að skoða það aðeins betur. En þetta verður pottþétt tuska. Nú síðan þetta onion, ég veit að það er til í Hagkaup, ég veit ekkert hvort það sé til eitthvað víðar og þar sem að ég sá ekki fram á að vera á leiðinni þangað að þá, já, eins og áður sagði, gróf ég þetta upp hvar hægt er að panta á netinu og gerði það. Og fyrir utan giltalitin sem ég notaði í húfuna þá fékk ég með þessa líka. Og við vorum að tala um það í prjónakaffinu, þar vorum að tala um að það hefði ekki verið Hagkaup blár, en hérna er einn blár og hérna er annar. Þannig að það var allavega til á vefsíðunni. Og þetta er bara svo fallegt. Alltaf gott að eiga þetta. Af því að mér langar að gera Maldmania peysuna. Heitum ekki það? Ég minni það. Þessi sem er eins og
sjalið hans Stephen sem að maður gerði fléttuna í staðan fyrir að ganga frá endunum. Segir þetta ekki ykkur allt? Gá hvort að þú eiginlega ekki að veit ekki hvað ég er að bladra hérna. Kíkjum á Sét ekki henni í fljótu bragði, þeir bara Malt Magic peysan sem að gert sem eins og, eða þú veist, sama pælingu eins og í Malt Magic sjalinu sem að ég gerði eina svolítið flippa útgáfu fyrir síðan og búin að sýna ykkur hana úr bara afgangum bara af hinu þessu. Og þegar ég fyrir það verkefni þá verður leikur þetta stórt hlutverk þar. Þannig að nú fyrir þetta bara að fara upp í hillu. Ég óð fram á mér þegar ég fór að sýna ykkur hérna það sem fær í húuna. En ég hafði átt að sýna ykkur þetta á undan. Ég er svona að vaða eins og reyni í annað. En ég sagði ykkur áðan að frá þessu samprjóni hjá Stephen og Lindu og næst á dagskrá er slömber sjal hjá mér úr þessum títtnefnda hyperknitting flokki hjá honum og það er þetta fallega sjal og þetta er gert úr worsted eða aran grófleika og það er sagt sko það má alveg nota DK-garn fyrir svona léttara sjal og það er talað 4 liti. Ég hafði hugsað mér að nota hana knitkreit hespurnar en svo breytist það. Það má líka. Þetta er gert á 5 mm prjóna þannig að þetta og þessar sem hafa verið að gera þetta í samprjónu hafa bara vippað þessu út og ég ætla að nota þessa 4. Þetta er allt Malabrigo Rios það er ekki rétt hjá mér. Jú, Rios sem er það er 210 hjartar í 100 grömmunum. Já. Ég ætla svona hef ég ekki sýnt dregið hérna upp. Þetta er 695 Peachy. Mjög helgulegur litur. Síðan er Gris 212. Svona blágrár. Ég nefnilega, þegar ég vatt upp hespurnar þá setti miðan inn í miðjuna strax. Þannig fastur hann í 842 Illusion sem er svona marglitur. Og síðan er það Whole Grain 696 sem líka voru helgulegur. Tada! Þannig að þetta verður að fara á prjónuna. Þegar að ég hugsa að þetta fara á prjónuna þegar sokkarnir verða tilbúnir. Það var ekki ólíklegt að þetta fara í svona. Já. Auðvitað gátum við ekki haft þennan þátt öðruvísi en að ég tæki smá svona hvað úr einu í annað. Og þannig kom þetta stopp. Nú, í gær þá þurfti ég að hlaupa inn í kringluna í eina búð og stóðst ekki mótið og tók eitt skver í kringum Tiger. Og þar eru þessar skálar til núna. Það eru kosta 800 kall og ég þurfti
svolítið að strjúka hérna, var sumstaðar svolítið hérna, það ábyggilega hægt að pússa það bara aðeins niður með naglþjölu eða eitthvað, það sem að geti rifið í gatnið. En mér fannst hún bara voða sæt og ef hún ekki að henda undir gatnið þá þetta bara voða sæt skál sem að getur passað gatn. Þannig að þetta datt í hérna pokan í gær og líka hérna ákvað ég að kaupa svona fyrir hana Hrafntinu þá hún inn í þessu herbyggi með mér. Þetta var síðasta stykki, kostaði 200 kall, þannig að ég vissi það ekki einu svona hvernig ég borgaði. Gjöf en ekki gjald. Já, ég er búin að tala töskurnar, þannig að hún Rósa sem er forsprakkin af Tjarnardísarhópnum bað mig að minnast á hérna það sem við ætlum að gera í næsta hittingi þar og þetta kom til þegar hún og nokkrar aðrar fór út að telja fugla og búa til svona reik að þá kom svo hugmynd að við myndum koma með hespu af gatni sem að væri ekki endilega inn í okkar, eða eitthvað sem að okkur bara, við sæjum ekki fram á, við myndum nota eitthvað sem að við, þú veist eins og Marie Kondo segir, doesn't spark a joy, sem að hérna kveikir ekki svona gleði og þá er hugmyndin svo að þú kemur með hespu af gatni og einhver sér þína hespu og langar að fá hana og þú sér einhver aðra hespu og eru þau svona hespu skipti. Og ég er reyndar með 2. Ég ætla bara svona að sjá hvernig þetta verður allt saman. Og einu svona brjálæðislega glöð og ég veit alveg nokkrar hérna í hópnum sem að myndu alveg vilja það. Og svo er ég bara, mér finnst þetta óbúslega fallegt. Joyful frá Today I Feel. Ég er bara ekki blá. Ég veit ekki alveg, þú veist, þetta er ofsalega fallegur litur en þetta er bara eitthvað sem að ég myndi ekki prjóna í verkefni fyrir mig, ekki frekar en endilega þennan. Og þessi er svo rosalega neon að hann bara sprengir hérna skjái. Þannig að svo er hugsunin að maður er ekki að koma með eitthvað bara, þú veist, maður er að koma með eitthvað sem að maður gæti ímynda sér að veita öðrum gleði og þú færð þá gatni í staðinn sem að myndi veita þér gleði. Og hérna, já, þetta er bara mjög spennandi og bara endilega að mæta þarna í þetta og ekki, það er engin skylda, þetta er bara svona skemmtileg hugmynd sem að koma upp og við ákvæmum bara að kýla og prófa hvað gerist. Alltaf gaman að fá gatn ókeypis. Þannig að hérna, nei, sé ég eitt verkefni í vinnslu sem ég gleymdi að sýna ykkur. Ég losna ekki við mig alveg strax. En það er reyndar bara létt og löðmannlegt. Það er hérna teppið. Bits and Bobs, það er allt í einu óksóldið. Ég held að þessi næstu ég er búin að bætast alveg við 100 grömm af marglita gatninu síðan að, og þið sjáið 100, já það byrjar hérna í gráa litnum, þessi snýr 100 gramma gæi og er hérna upp í þennan græna. Það er smottir í eftir af þessum græna, kannski einu umferð. Þannig að þið sjáu að það fer ansi drjúgt í þetta. Enda ég menna þetta snýði við. Þetta er ekkert lítið teppi. Þetta er alveg rúmlega vanghafið mitt. Þannig að þetta er bara enn í hérna, góðri vinnslu. Þetta var eitt af markmiðunum að fara að ljúka þessu teppi ásamt From Grandma with Love, en ég hef ekkert snert á því.
það hérna þessi smáu verkefni núna sem glepja húur og sokkar og vettlingar og kragar og svona. Þannig að hérna, já, ég búin að fara þá yfir það sem ég búin að vera að gera síðustu 10 dagana eða svo, og ég geri bara fastlega ráð fyrir að sjá ykkur hvenær hugsanlega í byrjun mars. Það bara þarna á sunnudeginu 3. mars eða eitthvað svoleiðis. Eða já, þá helgi. Mér finnst þetta, eins og ég marg búin að segja, þetta 2 mánaða system bara koma betur út fyrir mig. Nú, annars bara ekkert meira að segja. Ég bara hvet ykkur til þess að taka þátt í Hyper-Knitting samprjónu. Það núna út febrúar, þannig að þeir enga stund að skella í eina húfu eða þetta grófa sjal, og svo önnur húfa þarna líka, rosalega áhugaverð, hérna, svo fallegt smáatriðin í kringum, sérstaklega hérna stroffið. Það er mjög áhugavert og alls ekki ólíklegt að ég muni prófa að setja í eina slíka. Þannig að ég hvet ykkur til þess að kíkja það og taka þátt í því, og ég þarf nú að fara að fá innblástur til þess að gera eitthvað með minn hóp á Ravelry. Það ekki bara hægt að hafa þetta fyrir aðvendu dæmið, en það kemur kannski með hækkandi sól. En þá vil ég bara ljúka þessu og þakka ykkur kærlega fyrir stundina í dag, og ég bara óska ykkur góðrar og gleðilegrar handavinnu vikna. Takk fyrir og bless bless.